Hátt í 800 störf verða til við framkvæmdir vegna byggingar á kísilveri PCC á Bakka. Breyta þarf höfnina á Húsavík og grafa kílómeterslöng jarðgöng svo fátt eitt sé nefnt. Nú stutt í að framkvæmdir hefjist eftir að PCC staðfesti í síðustu viku að verkefnið yrði að veruleika. Það þýðir að ýmiss konar störf verða til á meðan framkvæmdir standa yfir, allt að 800, og þau eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Við skulum byrja á höfninni. Þar þarf að gera breytingar svo flutningaskip geti lagst af og áætlað að 20 til 25 manns vinni að því verkefni. Frá höfninni á að grafa kílómeterslöng jarðgöng að Bakka. Þar munu 50 manns starfa, bæði við gerð gangana og eins við lagningu vega. Við byggingu kísilversins sjálfs svo gert ráð fyrir 400 störfum. Þá þarf að setja upp flutningslínur fyrir raforku frá Þeistareykjum að Bakka og að Kröflu. Landsnet gerir ráð fyrir því að þar verði til 150 til 180 ársverk. Að lokum það svo bygging Þeistareykjavirkjunar sjálfrar, þar sem gera má ráð fyrir að 150 til 200 manns verði í vinnu. Verktakar á Norðurlandi eystra eru nú þegar farnir að undirbúa sig, en miðað við að framleiðsla í kísilverinu hefjist haustið 2017. Fyrirtæki hér á svæðinu eru að efla sig, hafa verið og að byggja sig upp, og þegar ég segi á svæðinu þá ég ekki bara að horfa á þröngt í kringum Húsavík, heldur ég sjálfur sér að horfa hérna svolítið á Norðurland eystra. Reinhard segir að þótt störfin séu tímabundin bjóði innviðirnir sem verða til upp á ýmsa möguleika. Það hins vegar ljóst og ég held að þurfum allir að gera sér grein fyrir því að uppbyggingafasa fylgja auðvitað vaxtarverki sem hamingjan liggur kannski svolítið í því hvernig við vinnum úr vaxtarverkjunum, að við byggjum okkur ekki upp eins og þeir verði til lengri tíma.